Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. kvöldi, snemmsumars. Við höldum áfram eins og við höfum verið hérna undanfarin kvöld að við erum með einn gest og ætlum að tala af einhverju svona dýpt tiltekið mál. Í kvöld þá hingað komin Guðrún Ágústsdóttir, hún rauðsokka og fyrrverandi borgarfulltrúi og við ætlum að fá að ræða við kvennabaráttu langan tíma og svo munum við líklega fara inn í borgarmál langa tíma aftur. Og svo blandast inn í þetta alls konar degla í vinstrinu og alls konar mál. En það vill svo til að fyrir svona hálfgerða tilviljunina þá erum við að hittast hérna á 40 ára afmæli kvennaatkvæðisins. Nákvæmlega. Og það bara best að byrja þar. Já. Segðu mér frá fyrir 40 árum. Já, þetta þannig að við í rauðsokkarhreyfingunni og örugglega konur í öðrum kvennarhreyfingum voru að byrjar að tala töluvert ofbeldi og við höfðum séð það í kringum okkur og heyrt það og sumar upplifað það og við vissum bara ekki alveg hvernig við ættum að taka á málinu og við ræddum þetta fram og aftur og svo fréttum við að því að það var búið að stofna kvennaathvarf í London. Mjög fær kona skrifaði bók heimilisofbeldi. Og svo var stofnað kvennaathvarf í Oslo og þá hugsaðum við bara með okkur. Nú okkur ekki til setunnar boðið, við verðum að gera slíkt til sama. Þetta það alvarlegt þjóðfélagsmein að við verðum að standa með þessum konum og verðum standa saman. Og það var til þess að það var boðað til stofnfundar sem var haldinn á Hótel Esju, eins og það hét þá hótelið og við vissum ekkert hvað myndu margir mæta. Ég var ekki alveg innstikoppur í búri þarna, það var ég kannski svo seinna. En ég mætti á stofnfundin eins og allar svona öfgasinnaðar kvenréttindakonur og það mætti 200 konur og það þurfti að fá stærri sal og svo gat maður skráð sig sem stofnfélaga og þarna voru samþykkt svona markmið og leiðir og ákveðið að reyna að stefna því að opna athvarf fyrir árslok og þetta 2. júní og 7. desember þá athvarf opnað sem alveg stórkostlegt og það allir sammála að hver séu helstu markmið og það í fyrsta lagi að veita konum skjól og líka að upplýsa þennan hræðilega vanda sem ég tel alvarlegasta birtingarform kvennakúgunar. Það ofbeldið. Og ofbeldið á heimilunum. Ofbeldið á heimilunum og kynferðisofbeldi. Og ég kalla ofbeldið á heimilunum líka kynferðisofbeldi. Þannig að þetta bara, það eitt pakki. Það ekki... En segðu mér að því þú lýsir þessu svona að þið höfðu frétt af kvennaathvarfi, eða lesa eitthvað til það og frétt af því í Oslo. Já. Það var engin umræða heimilisofbeldi áður en að fundurinn Þannig að umræðan heimilisofbeldi kemur eiginlega eftir að samtökin stofnuð. Þannig að þau eru ekki afrakstur af einhverju svona deglu í almenn umræðu. Ég myndi ekki segja að það hafi verið almenn umræða, en það var umræða og hún var víða. Og við eigum til dæmis, við erum að fara núna rauðsokkurnar gömlu yfir pappírana okkar og við finnum þar svona bækling sem var hjá gefin út í Neskaupstað, Gerður G. Óskarsdóttir var þar skólastjóri og það kom einhverjar rauðsokkur úr bænum og héldu fund og þar verið að tala ofbeldi gegn börnum, ofbeldi og þetta bara bæklingur og ljóð mjög fallegt eftir Dagnýju Kristjánsdóttur. Þannig að, og þetta 1980. 1982 þetta svo stofnað, þannig að það komið það langt að við erum byrjaðar að skrifa þetta. Í ykkar hópi. Já, ég þannig frekar heldur að það væri inn í svona almennri umræðu. Ég held að það hafi ekki verið inn í almennri umræðu. Aldrei rættum þetta í borgarstjórn, aldrei rættum þetta á þingi. Nú hef ég ekki rannsakað þetta, en hins vegar það var svo margt sem við vorum að tala í rauðsokkarhreyfingunni sem var ekki talað neins staðar annars staðar og þetta var þannig að fólk vildi ekki sjá þetta og það var litið á þetta sem einkamál hjóna, að það smá misklíð á heimilinu og þau verða bara að leysa úr þessari misklíð sjálf. Það á engin utanaðkomandi aðili að blanda sér inn í þessi mál. Þetta var hið almenna viðhorf og það svo dásamlegt að upplifa breytingarnar sem verða, enda eru 40 ár.
En svona var þetta. Og þótt að heyrðist og sæist, konur voru alltaf að detta niður kjallaratröppurnar á leiðinni í þvottahúsið og fengu blóðaraugu og alls konar, já, það voru bara mikið meittar. Ég ætla aðeins að klára þetta, að 1980 þá gera 3 merkar fræðikonur könnun á slysadeildinni. Hvað eru margar konur sem koma á slysadeildina sem segja frá því að þær hafi upplifað eða sem orðið fyrir heimilisofbeldi. Og það eru bara þessar konur sem sögðu það beinlínis og þær eru svona 100. Og þetta eru þær Þorgerður Einarsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir og Þorgerður Bendisdóttir og Hildur Gunnur Ólafsdóttir. Og þær eru, og þetta breytti mjög miklu. Af því að þegar við fórum svo af stað og sögðum við þurfum kvennaathvarf og þið verðið að styrkja okkur, sögðum við ríki og borg og aðra, að þá lá þetta fyrir þessi könnun. Þessi litla könnun, hún skipti máli. Okkur vantaði hús. Eimskipafélag Íslands gaf eða lánaði okkur gamalt hús á Lindagötu og við söfnuðum peningum og það voru mjög margir sem vildu leggja þessu lífi. Og það er það sem við hefum upplifað í öll þessi ár, 40 ár. Ég var svo starfsmaður frá 91 til 94 og maður fann bara velvilja og fólk var, til dæmis lögreglan, hún var því fegin að það væri til staður fyrir konur sem voru slasaðar og börnin þeirra. Mjög gjarna voru börnin með. Það var engin staður til, nema bara fangageymsla eða það að fara heim til hins ofbeldisfulla eiginmanns aftur. Þannig að konan og börnin voru fjarlægð af heimilinu. Já, kallinn fekk að vera áfram. Og nú segi ég kallinn alveg kókraust vegna þess að það er mun algengara. Hitt er svo fátítt að truflar umræðina bara að vera að nefna. Já, en við þurfum að vita af því og það líka að bregðast við því og bara... Þú talar velvilja, en þegar að boða til fundarins og síðan sagt frá honum, að þá voru viðbröðin ekki allt velvilji, það var einhver... Nei, það var ekkert endilega þannig. Og var þá litið á að þið, eða þær sem stóðu fyrir þessu, að þær var raunverulega að koma með leiðindin í umræðina, ekki ofbeldismennir. Eflaust hefur það verið þannig, en ég var ekki vör við það, alls ekki. Og þetta er fyrir tíma stígamóta, þannig að við tókum líka á móti konur sem höfðu orðið fyrir nauðgun og það stóði í samþykktunum okkar og þannig að svo komu stígamóta ekki fyrir 1990, 8 árum á eftir kvennaathvarfinu og það var, mikið gæfuspor þegar þær tóku við og þá náttúrulega eru komin þá er farið að tala ofbeldi gegn börnum líka. Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Hvernig fórum við að því að loka augunum fyrir því svona lengi? Ég meina, Laxness skrifar þetta. Dagný Kristjánsdóttir hefur til dæmis og fleiri hafa tínt til bara úr bókum Halldórs. Salka Valka, hvað var stjúppappi hennar og Heimsljós og fleiri bækur sem, og hann virðist hafa vitað alveg ótrúlega mikið umfang og afleiðingar heimilisofbeldis. Það er alltaf merkilegt. En hann fjallar ekki þetta sem svona félagslegt mál, heldur þetta einkamál sem hann er að lýsa. Þetta eru atvik og atburðir, ofbeldi sem hendir manneskjur, þetta er bara lífið eins og það er. Það tekur langan tíma fyrir kvennabarátuna, fyrir rauðsokkurnar, að flytja þetta yfir á því að þetta er pólitískt mál sem að verður að taka þá. Og þá ég að spyrja þig, spurningu sem þú spurði, hvernig stóð á þetta tók svona langa tíma? Hvernig stóð á því að tók svona langa tíma fyrir kvennabarátuna að taka þessi mál og setja þau í öndvegi sem eru klárlega í dag? Við þurfum að fara mjög langt aftur í tíman. Þetta er bara ein allsherjar sorgarsaga. Það var verið að gefa út sögu kvenna, konur sem kjósa heitir bókin, fyrir 2 árum eða svo.
og þar verið að segja sögu kvenna. Hvar var hún áður? Hún var ekki til. Saga karla var til. Ekki svona heildstæð saga kvenna. Og það meiri segja núna í tímaritinu Saga. Það verið að segja frá því þegar konur fengu kosningarétt. Og ég kann þetta nú ekki nógu vel. Þetta mikla fræðikonur sem skrifa, önnur að vísi dóttir mín og vinkona hennar, það prófessorar í sagnfræði. Og þær að tala að þegar konur fengu kosningarétt, smátt og smátt, byrjaði 1915 eða svoleiðis, og þá var ekki tekið mark á því í rauninni. Þær fengu að kjósa en það var ekki litið til þess að þær myndu fara að hasla sér völl. Það kom nú kvennalistið. Já, það var í sveitarstjórnum og svoleiðis, en að jafnvel á 3. áratugnum þá bara, þá það talið alveg útilokað að konur almennt, það geta verið undantekningar, en að konur almennt að þær taki þátt í pólitík bara eins og kallar. Eða hafi eitthvað mótandi áhrif á það hvaða mál eru dagskrá. Já. Og bara, af hverju voru þær að kjósa, ég meina. Já. Ég skoðaði einhvern tímann, ég man ekki af hverju, að hvað það tók langan tíma þar til að konur voru með viðlíka kosningaþátttöku og kallar frá því að kosningarétturinn kemur þarna. Og það var ekki fyrir en seint á 7. áratugnum sem það Og það bendir náttúrulega til eins og alls þar það sem hópar eru sem að greiða síður atkvæði. Það eru hópar sem upplifa það að það sem verið að velja komi sér ekki við. Eða það skiptir í lengum máli hvað ég kýs, það ekki áhrif, það ekki verið að fjalla mín mál. Það oftast ungt fólk, fátækt fólk og svo fram eftir síðustu öld konur sem sáu bara ekki tilganginn. Og nú erum við með nýjan hóp. Já. Það er náttúrulega með innflytjendur. Ég að meina það. Já, sem ég vil helst kalla landsmenn. Þetta eru landsmenn og þeir voru ekki duglegir að kjósa í síðustu kosningum og ekki heldur í þingkosningunum. Sko, landsmenn, þessi landsmenn, eru 17% af þjóðin. Mér fannst það áberandi núna, í sveitarstjórn að þú nefnir þetta mál. Já. Að mér fannst það að vera síður núna en fyrir 4 árum að flokkarnir sneru sér að þessum hópi. Mér fannst það að vera minna áberandi að sko flokkarnir reyndu að tala, reynda kannski ekki að marka vegna þess að kosningabaráttan núna var svo furðulega stutt að það kannski ekki alveg samanburðarheft. En mér fannst að það allavega ekki sýnilega eins sérstök framföru því að flokkarnir snúi sér að þessu fólki og reyni að átta sig á því hvers konar stjórnmál það vill. Já. Ég vona nú að þetta hafi skánað eitthvað og ég sá bæklinga að fara á mörgum framboðu núna þar sem eru fleiri en eitt tungumál. Og það auðvitað góð byrjun. En ég ætla bara að klára þetta með konur fengu að kjósa en það var ekki ætlast til þess að þær skipti sér af pólitík. Að ég held að þú ættir endilega að tala við þessar konur sem voru að skrifa þarna ég held nú í tímariti sögu. Ég held að dóttirin sé á leiðinni hingað. Ég búin að vera að fá hana einhvern tíma. Það tala ýmis mál en alltaf eitthvað tengt konum og svolítið svona, verkalýðsbaráttu og kvennabaráttu. Já, einmitt. Þannig að hún kemur hérna í daginn. Já, það er gott. En ég spyr þetta af hverju tók þetta svo langa tíma. Að ég var einu sinni, vorum við að ræða hérna saman í gegnum Zoom. Stelpurnar sem eru í öfgum og svona feministar ýmsu kynslóðum og Ingibjörg Sólrún var þar. Og hún var svolítið að ræða það, hún var að svona átta sig á því, hvers vegna tók svona langan tíma að þessi mál yrðu að áherslumálum kvennabaráttunnar. Og hún kunni ekki svöru því. Nei, nú þurfum við að láta þessar konur sem að skrifa og að rannsaka þetta. Og þetta er alveg hárvísandi af því að þegar við stofnum Rauðsokkahreyfinguna 1970 að þá er ein kona í ríkisstjórn, Auður. Það er ein kona af 60 þingmönnum, alveg heil kona sko. Og 3 konur í 15 manna borgarstjórn Reykjavíkur og þær eru 30% af atvinnulífinu, þess að vinnuafli landsins og 15% af þeim sem luku prófi frá Háskóla Íslands. Nú eru þær fleiri en kallarnir. Það er að taka þetta yfir. Og ég meina leikskóli,
hvar var, það var ekki til. Það var bara halvan daginn og eitthvað svona. Leikvellir voru til með gæslu. Gæsluvellir og svo voru til leikskólar fyrir halvan daginn og fyrir fólk sem kannski gæti ekki, gæti ekki. Já, einhver dæmi það var leikskóla tengdu sjúkrahúsum. Já, og svo var launamunurinn alveg hrikalegur. Þrátt fyrir lög frá 1963 að það skyldu vera sömu laun fyrir sömu vinnu og ég er að lesa ævisögu gamalla karla núna af því að það er ekki til ævisögu gamalla kvenna og einn forystumaður íslenskur, hann fór til Ísrael og hitti Goldu Meir og sagði henni að núna árið 1963 var búið að samþykkja lög og alþingi jöfn laun karla og kvenna. Hún sagði Golda Meir hafði sagt í Guðspannu, segði ekki nokkrum manni hérna frá þessu, af því það er svo rosalega langt í land að þetta verði svona hér. 63, nú er 2022. Það er hægt að fara að halda upp á afmæli þessara laga, jafnlauna lagana. Þannig að það er allt mögulegt svona sem gerir það að verkum að raddir kvenna heyrast ekki og það er ekki brugðist við. Það eru bara óæðri. Það er bara, ber ekkert að vera að hlusta endilega mjög mikið á þær. Þetta er svona, mannréttindabarátta svipuð og réttindabarátta svipuð og bara svarti maðurinn í Bandaríkjunum. Það berjast frá því að verða bara manneskja. Já, hún er eiginlega tvöföld sko, og svartum konum. Þannig að það er svo svakalegt. En Rannsóknir stofnaðar 1970. Já. Hvað snerist það? Það snerist bara að gera byltingu. Við ætluðum að fara algjörlega nýja leiðir og við gerðum það. Ég byrjaði þarna í einhverjum hópi, mjög góðum hópi sem var að semja svona samþykktir og búa til svona strúktúr. Að vísu kom Hildur Hákonardóttir með tilbúin strúktúr, þennan flata strúktúr, engin stjórn, engin formaður, allt bara svona miðstöð og svo framvegis og það var okkar gæfa. Kom með þetta hvar frá Bandaríkjunum? Já, ég held að Jón Ásgeir, vinur hennar, hafi gaukað einhverju svona að henni og hún bjóð til úr þessu listaverk náttúrulega því að hún er svo mikil listamaður og teiknaði upp hvernig þetta gæti verið, alls konar hringir og svoleiðis. Og allir voru bara mjög hrifnir, en við ætluðum að breyta samfélaginu gjörsamlega. Við lögðum áherslu á jafnlaunabaráttuna, við lögðum áherslu á að konur væru sjálfstæðar, fjárhagslega, að það væri hugsað börnin, það væri leikskólar og samfelldur skóladagur og allt þetta. Ég held að við höfum verið þarna að tala skólamáltíðir. Til að auka atvinnuþátttöku kvenna þá? Já, og til að þær geta verið orðið sjálfstæðar og gætu til dæmis skilið við ofbeldishneiða eiginmenn sína þótt við segðum það ekki þá. En svo var eitt svona stærsta málið hjá okkur var sjálfsákvörðunarréttur kvenna varðandi fóstureyðingar. Og það var erfiðasta málið og sársaukafyllsta fyrir okkur. Og við vildum, svo tölum við þetta líka bara að uppræta aldagamlan hugsunarhátt og fordóma gagnvart konum og hvöttum konur til þess að notfæra sér réttindi sín. Og þegar við fórum í gönguna 1. maí 1970 með styttuna, Venusarstyttuna sem fræg orðin, þá vorum við með slagorð og það var til dæmis manneskja, ekki markaðsvara og mér var oft hugsað til þess þegar að mansal fór í gang og vændið og allt umræðan það. Það átti líka, það var svona bara normalt. Það var búið að normalisera að konur seldu aðganga líkama sínum. Það var bara normalt. Það er það ekki lengur. Síðan sagði við vaknaði kona og svo konur nýtið mannréttindi ykkar. Þetta er allt saman mjög mikilvægt og mér finnst við hafa verið dálítið framsýnar þegar að við settum niður þessa punkta og þegar að við fórum í þessa göngu og þá fórum við strax að stað með að gera hlutina öðruvísi en allir aðrir. Að vera með bara styttu
fróðplast eða hvað hétt þetta. Já, við hugsa mikið svona hvernig baráttan birtist. Já. Þið vildu ekki bara vera með hinum í fyrsta maígöngunni að krefjast. Nei. Þið vildu birtast með einhvern öðrum hætti. Já, og svo héldum við því áfram, til dæmis, fyrir jólin þá var hinn örþreytta húsmóðir í Austurstræti og það var bara svona dúkka sem var saumuð og búin til og við vorum að segja konur takið þessu rólega. Heimurinn fest ekki þótti bakið ekki 20 sortir og eitthvað svona og að vera á móti fegurðarsamkeppni, að útlit ætti að vera eitthvað sem skipti virkilega miklu máli. Þess vegna fengum við lánaða kvígu og fórum henni inn í rútu og vorum með hana fyrir utan á Akranesi. Það var, Skipti þetta máli að vera með birtingarmyndirnar svona? Já. Það er máli fyrir ykkur að þau var bara að minna gaman að þessu eða hafði þetta meiri árangur af því að myndirnar urðu eftirminnilegri og festust betur í bara eitthvað í þjóðarvitundinni? Ég held það. Ef hlutur eru settir fram á myndarinnar hátt, þá festast þeir frekar og hafa meiri áhrif. Og líka þegar við vorum að byrja með þetta, eða það hefði verið bara svona allstaðar í samfélaginu, þá kannski hefði fólk ekki tekið þess mikið eftir þessu. En við vorum ekkert endilega vinsælar allstaðar, eiginlega síður en svo. Nei, ég er bara barn á þessum árum, en ég mannaði svona í svona, eins og maður gæti lesið samfélagið, að þá var þetta bara róst og sópur, rauðsókur. Já. Eitthvað svona sem að stóð ógnaf, það var bara þannig. Já, það var svolítið. En það voru hrinda ansi svona íta á ansi svona öflugar stóðir. Já, við vorum að reyna að uppræta gamla og úrelta fordóma gagnvart konum. Og en svo vorum við gáum út blöð, við vorum með útvarpsþætti, við fengum alls konar tækifæri samt, þóttum við væri svona óvinsælar. Vorum með útvarpsþætti sem hét bara Forvitin rauð og blaðið okkar hét það líka og þar gátum við bara, séðum þættina sjálfar og fengum peninga þá fyrir þessa þætti, þannig við gátum farið að gefa út blað og það gerðum við náttúrulega alltaf alla saman og þar með komum við málstað okkar á framfæri, seldum það 1. maí og fleiri svona merkum dögum. Í svona mannréttindabaráttu þá oft kannski fyrsta skrefið að hópurinn svona kom út úr skápnum. Já. Þú veist, að við gangast við því að vera, þá líklega í þessu tilfelli að vera kvenréttindakona. Það til þess að fá fleiri til þess að taka þátt, að hópurinn geti speglað sig í einhverju öðru heldur en andstæðingur í stilli fram. Já. Það hlýtur náttúrulega hafi verið mikilvægur hluti baráttunnar, að birtast öðrum konum. Já. Þetta ekki bara að þau eru ekki ávarpa andstæðingin allan tíman, heldur eru það að tala inn í ykkar hóp. Já, og við vildum líka hafa karlmenn með. Já. Þeir voru velkomnir að vera með, þeir voru ekkert margir, en við gerum ekki byltingin, við kannski köllum þetta ekki byltingu, það er það sem við var að hugsa, það þyrfti að bylta þjóðfélaginu, að það væri betra að hafa karlmenn með sér þegar það gerðist. Og þeir, eins og ég segi, þeir voru fáir. En við vildum... Fylgdu leiðsögn ykkar? Já, þeir voru ekki forystumenn í hreyfingunni? Nei, þeir voru það ekki, en þeir voru bara gátu verið mjög gagnlegir í, þú veist, skrifa greinar, hjálpa til við allt mögulegt og svona, þannig að þeir skipta máli. En að því þú spurðir þetta að vera sýnilegur, að það, nú kom ég úr borgarastétt, kem þarna labbandi bara inn og allt í einu komin í rauða sokka. Og þetta var mjög erfitt fyrir mitt umhverfi, ekki maka minn, alls ekki og ekki hans fólk, en mitt fólk. Sjálfstæðisflokkurinn samleiði verkefni. Komið í 10 við ykkur kommunista konur? Já, við vorum nú ekki kallaðar kommunista konur, en það voru þarna konur úr Sjálfstæðisflokknum með okkur, svo Björg Einarsdóttir og fleiri, mjög öflug baráttukona sem enn lifir og En það skiptir samt máli að hafa breidd í hópnum og það
sem einkenndi hópinn dálítið var að þetta voru mjög gjarna konur sem voru menntaðir kennarar eða með einhverja aðra háskólamenntun jafnvel í þessum 15% hópi sem hafði lokið háskólaprófi og svona allar fram á konur og ég var það ekki. Þannig að ég var oft beðin að tala á einhverjum fundum þar sem voru láglaunakonur og svona, því ég var láglaunakona. Ég var ritari í Hjúkrunarskóla Íslands og var á lágum launum. Ég lenti svo í samninganefnd hjá starfsmannafélagi ríkisstofnana og ég var að stjórn þar. Þannig að ég var orðin svona virki í verkalýðsbaráttunni og þá var hægt að nota mig. Þú veist, og ég gerði það með mikilli gleði og svo framvegis og ég fekk meira að segja og þess vegna ég heimsfræg að nefna kvennafrídag í fyrsta skipti svona opinberlega á fundi og það var á fundi í Lindabæ, láglauna kvenna. Við vorum með buðum forystukonum í kvenkynsverkalýðshreyfingum og svona konur og verkalýðshreyfingunni og vorum með alveg frábæran fund og Vilborg Harðardóttir gerði frábæra kjötsúpu og Guðrún Hallgrímsdóttir matvælaverkfræðingur líka. Hún var matvælaverkfræðingur, og þar varpaði ég fram spurningunni eftir leiðsögn frá fólkinu mínu, hvort konur væru ekki tilbúnar til að hugsa það að við ættum leggja niður vinnu halvan eða heilan dag, verkfall vildum við kalla þetta. Þú nefndir það verkfall það breyttist síðar í kvennafrídag. Já, verkfall var það sem ég nefndi. Og það var svo samþykkt á þessum, í lok fundarins þá samþykktu konur að þetta væri eitthvað sem hægt var að stefna af. Konur í sókn, framsókn. Afgreiðslu konur í brauð- og mjólkubúðum og þetta var að... Konur sem unnu hjá ríki og bæ. Ekki brauð og mjólk. Nei, ekki á þessu fundi, ekki konur sem unnu ríkinu og... Þetta voru, fyrst og fremst sókn og þetta var svona samtök láglauna kvenna og starfsmannafélag ríkisstofnana var þótt að veri mjög mikið af láglauna konur þar. Það voru líka hálaunakallar. Ég ætla að spyrja þig kvennafrídaginn og kvennaverkfallið. Yep. En að því að þú nefndir þarna að baráttan fyrir frjálsum fóstureyðingum eins og hérna hafi verið erfið. Já. Og við byrjum á því að tala kvennaathvarfið sem eru aftur svona erfið mál. Já. Ef það væri hægt að búa til eitthvað svona línu, var allt annað að tala jöfn laun, sömu laun fyrir sömu vinnu, eða þegar var komið út í mál eins og fóstureyðingar eða heimilisofbeldi. Var bara að gera ólíkt hvernig var tekið, eða hvort það var vilji til þess að ræða málin, eða hvernig það var og hvernig viðbrögðin voru. Það gjör ólíkt og við urðum fyrir miklu aðkasti þegar við fórum að tala að konur ættu að ráða við sinni megin líkama. Og mér segja prestar í ræðustól sögðu voru með að nýta í okkur. Það væri sérstakur staður í helviti fyrir ykkur. Já, en það ekki bara. Það er ekki það sem Madeleine Albright sagði hérna. Og svo annar maður hérna, rétt hjá. En hérna, það var talað, við þóttum alveg hræðilegar og þetta væri bara við varum morðingjar og þetta var eitthvað það erfiðasta sem ég hef lent í. Ég man að út af reiðinni sem varst fyrir eða? Reiðinni og bara, allir þið bara, þetta það er algjörlega ólöglegt að fara í fóstureyðingu nema að móður eða móðurinn sé í hættu, lífshættu eða barnið veikt eða eitthvað svoleiðis Og það er náttúrulega ekki sónar eða neitt eins og við höfum núna til að gáa slíku. Og við gáum líka, við héldum fundi og þar var tekist þannig á að maður var stundum aðeins hræddur að það gæti einhver bara, þú veist, að hnefinn væri kannski búið að kreppa hnefann. Og þetta var óskaplega tilfinningaríkt. Og var verið alltaf að höfða til tilfinninga alveg endalaust. Og það var gefið í skyn að við varum allar margsinnis búnar að fara í fóstureyðingu og við varum bara notuðum fóstureyðingu eins og getnaðarvörn og svo framvegis sem var náttúrulega
hrikalegt að bera upp á stóran hóp fólks sem var að berjast fyrir mannréttindum. Og svo það þannig að Magnús Kjartansson heilbrigðisráðherra og hann skipar nefnd til að breyta fóstureyðingalögunum. Það bara 72, 3, eitthvað svoleiðis. Vilborg Harðardóttir fer þar inn í þessa nefnd frá Rauðsökarhreyfingunni og þar bara búið til frumvarp þar sem konur eiga að fá að ráða yfir sínum eigin líkama. Svo eru kosningar, þá þessi nefnd lögð af, önnur nefnd skipuð og þar eru bara kallar og þá var það var mikið framfara skref sem kom í þeim lögum þegar þau eru lögum 1975. En það var ennþá þannig að konur þurftu að mæta og... Það var læknir sem tók ákvörðun. Sko það félagsráðgjafi og læknir. Og konan sem sagt var spurð og af hverju og svona og alls konar og svo þurfti hún að bíða eftir niðurstöðu. Og við spurðum lækna og þá sem voru á móti þessu, hvernig getið þið álitið að þið séu betur til þess fallnir, Þórir kallar, að taka þessa ákvörðun heldur en konan sjálf. Konan sjálf sem á að fæða barnið og sjá það sem eftir Og hvað svo kallar þér? Ég man ekki hvort læknar voru svakalegir eins og mjög margir sem sögðu bara að fullt af fólki sem getur ekki eignast börn. Þessar konur eru bara að gefa börnin sín. Þetta sko sæðilega ómannulegt. Og þetta var sem sagt 1975. Síðan liðu ansi mörg ár og þá var það samþykkt á Alþingi að konur réðu yfir sínum. Hvenær var það? Langaði til að vita það. Já. 2020. 2020. Já, með þungunarofslógunum sem að margir greiddu atkvæði gegn, meðan Bjarni Benediktsson. Já. Og fleiri í þeim flokki, 2 konur. Það er einhver þróun og bati á löggjöfinni frá 75 til 2020. Ekkert svo mikið. Nei. Sko, þetta þróast í þá átt að konur þar fá yfirleitt já. Já, lögin kannski breytast ekki mikið, en praxísin breytist. Praxísin breytist. Og það sem við sagðum núna fyrir breytinguna 2020, eða kemur einhver þingmaður sem með aðra skoðun, þá getur hann samkvæmt gildandi lögum gert mikinn usla. Og það var einmitt einn þingmaður sem sko barðist alveg ótrúlega hatramlega gegn þessu, svona út frá sinni kristnu trú, og ef hann hefði til dæmis orðið heilbrigðisráðherra eða félagsmálaráðherra eða eitthvað, þá sko hefðu konur á Íslandi kannski verið í mjög vondum málum. Það var ekki skjól í lögunum. Ekki nægilegt, alls ekki nægilegt. En ef við förum með þennan tíma, þegar þetta náttúrulega merkilegt að Rauðsokkur byrjaði 1970 og taka upp þetta mál og það komið nefnd 72, það verður stjórnarskipti 71, kemur ríkisstjórn sem leita Framsókn, en þarna inni Alþýðubandalagið og Frjálslyndir og vinstrimenn sem klofningur Hannibals út úr ýmsum flokkum, kannski. Og síðan verður bakslag að því að þessi ríkisstjórn fellur af allt öðrum orsökum og það ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem setur þetta saman. Ef að þessi ríkisstjórn hefði lifað bara ári lengur, þá möguleiki að hefði komið inn miklu frjálslyndari löggjöf. Ég tel svo vera. Já. Þannig það skiptir svolítið máli þegar lögin eru sett í fyrsta skipti hvaða farðu þau að fá, því að það getur svona fryst mál, ansi lengi. Já, þú sér það. Já. 50, 60 ár sko. Já, þannig það eru alls konar svona maður gæti næstu haldið þetta verið svo tilviljanir sem að ráða hvernig svona mál þróast áfram. Ég held að það sé ekki tilviljanir. En svona þessi formlegi hlutur, það að náist þessi skipun nefnd, að það svona setur lögmæti í málið, það lagar umræðuna, það ekki? Þetta var orðið málefnin og þingi, það var svolítið annað fyrir ykkur sem voru að berjast fyrir þessu heldur en að þið voru eiginlega bara út á götu að berjast fyrir þessu. Já. Svo erum við bara komin með fólk inn í Alþingi sem talar okkar máli.
En aðeins að við tala erfiðleikana í umræðinni og ef við tökum eins og fóstureyðinga umræðuna þarna í kringum 1970, var þetta, það voru átök á fundum, en þetta þannig mál að það líka bara, þetta klífur fjölskyldur. Þetta getur verið erfitt fyrir, þetta verið áhrif bara á samskipti, prívat samskipti fólks. Eflaust, en ég vissi ekki það. Ég veit til dæmis bara í minni fjölskyldu, þá tekin ákvörðun það að við erum 2 systkinin, að þótt ég sé svona öfgasinnaður feministi, að þá ákveðið að við séum vinir. Og við setjum bara þessi mál til hliðar og þau eru bara ekkert endilega rædd og þau vildi ekki missa eingadóttur sína og eiga bara 1 son og ég vildi ekki missa foreldra mína. Og þá urðum við bara að bera virðingu fyrir skoðunum hvers annars. Og ég vona sem flestir hafi farið þá leið, að því að hitt náttúrulega alveg hræðilegt. Þetta heyrði maður svona. Ég heyrði líka, það var eitthvað svona boð heima hjá foreldrum mínum og þá segir einhver gesturinn, mikið hræðilegt að sjá þessar frenjur, þessar rauðsokkur og hvað þær að gera og hvernig þær haga sér og svona. Og þá flýtti pabbi sér að segja að Guðrún dóttir ein af þeim. Já. Það var ekki meira rætt það. Það var bara rætt Það var svona rætt ykkur eins og þau var að rjúfa friðin í samfélaginu. Já, við vorum að því líka. Já. Herðu, en talandi frið, að það kvennaverkfallið breyttist í kvennafrídag af svona pólitískri taktík að hafa sem... Algjörlega. Já, og allir ánægðir með það, ég hef engan nema við, í rauðsokkahreyfingunni. Já, en við vorum ekki ánægðir með þegar dagurinn kom? Jú, ég dásamlegt, en við vorum svekktar yfir því að það fékk ekki að heita kvennaverkfall. Sem þetta sannarlega var. Já, svo sannarlega. Konur geng út. Já. Annars var þetta að kalla hvaða verkfall sem frídaga. Já. Eflíkar konur fara í frídag. Já. En það skipti okkur rosalegu máli að allir væru með. Og það var framsóknarkona sem stóð upp og sagði að þegar að hægri konurnar vildu ekki vera með, ætluðu ekki vera með, þá sagði hún, köllum þetta bara frídag, geta þá ekki allir verið með. Og það var Valborg Bentsdóttir sem gerði það, mjög mikil sómakona, kvenréttindakona. Framsóknarmönnum í dag þykir að mjög vænt að heyra þessa sögu, því að þetta okkur ímyndin sem þeir eru að selja, þeir geti búið til sátt á milli hægri og vinstri. Já, en þeir ekki bara glaðir með allar fréttir og allt sem sagt í dag? Það ekki svoleiðis? Ekki svoleiðis stemning hjá þeim? Já. En hvernig frídagurinn? Hvað segðum við frá honum? Já, hann náttúrulega fór fram úr okkar björtustu vonum, það bara þannig. Og þetta var heimsviðburður. Og það enn að koma fólk frá Bandaríkjunum og frá Pólandi og vill fá að hitta okkur gömlurnar og líka ungarkonur til að ræða áhrifin af þessu þegar konur sýndu samtakamátt sinn og sýndu fram á að eða legðu niður vinnu þá stöðvuðust hjól atvinnulífsins og allt stöðvaðist. Og þetta þá það sem var markmiðið með þessu og það var aldrei hægt að segja aftur þegar maður var að reyna að semja hærri laun. Ég meina, þetta nú bara fyrir nælonsokkum og einhverju svona og þið þurfið ekki að sjá heimili. Og það var ekki hægt að segja það. Af því að það var búið að sýna fram á annað. Og það var ýmislegt sem gerðist þarna 1975 sem gerðist svo aftur þegar kvennaathvarfið stofnað. Þá hugsaðum við, eða þær sem sáu þetta, það betra að hafa breytt. Fá bara konur úr öðrum, ekki bara, þú veist, alltaf þessar sömu róttæku og eitthvað, heldur höfum breytt í þessu. Og það varð. Það var náði konur, sjálfstæðisflokki og framsókn og svona. Ekki endilega fulltrúa þessara flokka, heldur bara svona fólk sem var merkt öðru en vilda vinstrinu. Og þess vegna varð, og að því að við vorum að tala hvað var erfitt að tala fyrir fóstureyðingafrumvarpinu og breytingum þar, það var ekkert erfitt að tala fyrir stofnun kvennaathvarfs. Og það var þá sem við sáum að það voru svo margir sem höfðu upplifað ofbeldi heima hjá sér.
foreldrar, pappan gangi skrokk á mömmunni og jafnvel börnunum líka. Og þetta var bara svo þekkt vandamál, þótt það væri þaggað svona rosalega niður. Og sjá ekki umræðina. Og ég held að maður verið að skoða umræðu kvenfrelsisbaráttuna í aðdraganda kvennaverkfallsins, eða frídagsins, að þá held ég að koma með óvart hvað mættu margir. Þannig að það virðist eins og umræðan hafi ekki verið mikil á yfirborðinu, þá var hún einhvers stað voru kanalar þar sem hún fór fram. Kom þér á óvart hvað mættu marga konur niður í bæ? Niður í bæ? Já, rosalega. Ég meina, ég skildi þetta ekki. Nei. Það var eins og risi upp eitthvað sem hafði ekki verið sýnilegt áður. Nei, og alls konar konur. Þetta var alveg stórkostlegt. Og svo voru þær líka konur út landið, hittust á sínu torgi og héldu upp á þennan dag. Og svo heldum við upp á þetta 10 ára afmæli, þá var kvennasmiðja sem var haldin í bílakennslu kjallara Seðlabankans og svo hefur þetta verið svona ekki á 5 ára fresti en jafnvel næstum því. En ekki samt verkfall? Já, konur hafa gengið út okkur tiltekinni mínútu? Já, þegar þær eru búin að fá launin sem er ekki í samræmi við laun kalla, ganga út á. Herðu, nú ætla ég að draga þið inn í borgarmálin. Þú sagðist vera að heimili sjálfstæðisfólks, en síðan ferði framboð fyrir Alþýðubandalagið. Já. Hvað það félagið þínir í Rauðsokkum sem að draga þið til vinstri? Já, það er alveg tvímælalaust. Ég átti enga samleið lengur með fólki í sjálfstæðisflokknum í þessu máli sem var mér svona mikið hjartansmál. Og svo var ég líka komið með rosalega miklar efasemdir að við ættum að vera með her í landi og taka þátt í hernaðarbandalagi. Mér fannst það vera bara ógnvekjandi og hættulegt fyrir okkur. Þarna var vitundin kjarnorkuvána mjög sterk út allan heim og friðarhreyfingarnar að rísa upp. Herstöðu skotmark og friðarhreyfingarnar eru risnar upp, Víetnamstríðið, þetta allt að gerast á þessum tíma. Maður verður alltaf að skoða það sem gerist í samhengi við tíðarandann. Og þannig að það var ekkert erfitt fyrir mig þegar Svava Jakobsdóttir hringdi í mig og sagði Guðrún, má ég koma og heimsækja þig 1974 vorið og spurði hvort ég vildi taka sæti á lista og ég sagði bara strax já. Alveg sjálfsagt því ég ætla að vera ykkur í miðjunni en svo varði ég í 7. sæti og þá fekk Alþýðubandalagið 5 borgarfulltrúa, 15. Það var alveg gigantískur, 78 fyrir gerð. 78, þeir eru fellið meirihlutann. Já, 74 þá bætist einn við, fáumst 3 og við vorum að vona þarna 78 við myndum ná 4 en Guðmundur 50 eins og við kölluðum að síðan, hann kemst inn líka. Og þið fellið meirihluta sjálfstæðismanna? Já. Og þá sama voru kosningar til þings, það sem að Alþýðubandalagið var mikið á en Alþýðuflokkurinn kannski ennþá meira. Var gríðarleg vinstri sveifla, 78. Já, ég var ekki eitthvað bara svipað, en ég veit það ekki, maður ekki, allavega þá En þetta var vígi sjálfstæðismanna, þeir hefðu verið með haldið meirihluta í Reykjavík síðan 1930. Já. Og það er 78 þá fellið þið. Já, og það var alveg gífurlega mikilvægt fyrir lýðræðið að skipta meirihluta í borginni, alveg gífurlega. Við hefðum þurft að fá fleiri ár. Nú segi ég við, þótt ég hafi verið í 7. sæti þarna 78. Ég var stjórnarformaður Strætó og ég tók það svo hátíðlega að vera stjórnarformaður Strætó að því ég svo hlippt almenningssamgöngum og borgarlínu og hjólum og gangandi að það sé kallað að umferð, hún líka að ganga, sko. Það ekki bara einkabíll. Að það var skrifið í grein sem stóð Guðrún Ágústsdóttir heldur að sósíalisminn sé á hjólum. Það var sem sagt á strætóhjólum. Mér fannst þetta bara að vera klappa á öxlina. Ég var bara stolt af þessu. Hverju breytti þessi meirihluti? Ég myndi nefna fyrst öldrunarmálin. Adda Bára hafði verið aðstofamaður Magnúsar Kjartanssonar í heilbrigðisráðuneytinu, sællar minningar og hún brettir bara upp ermarnar, fær Albert Guðmundsson í lið með sér, sjálfstæðismann,
og segir nú bara gerum við þetta. Og það er bara sett sérstök nefnd, byggingarnefnd íbúða í þágu aldra, ég man ekki, var rosalega, það var nefndi með langanafninu. Og það er bara sest niður og það er gerð áætlun og svo bara byrjað að byggja. Og hvert heimilið á fætur öðru verður til, þjónustu íbúðir, allskyns íbúðir, hjúkrunarheimili. Við erum að tala sko, ég var að kíkja á þetta núna daginn að því ég var að skrifa minningagrein hana Öddu Báru og ég var ég gat ekki þulið þetta allt saman upp en þetta er alveg ótrúlega margt sem hún gerði á skömmum tíma og með Albert sér við hlið og þau eins og einn maður. Og hann hafði talað fyrir svona bættum kjörum aldraðra lengi og þarna fekk hann tækifæri og vinkonu til að vinna með. Og þegar að meirihlutin féll, okkar meirihluti, 82, þá var skipt alveg kúrs og þá var farið að byggja sölu íbúðir og það sem var svona kjarni á fyrstu hæð þar var hægt að kaupa mat og þar var félagsstarf og eitthvað svona en þú þurftur að kaupa þér íbúð. Ég var einmitt að skoða hjá VR þannig alveg við Kringluna, það er svona rosalega flott hús og þar eru íbúðir bara á markaðsverði og eins í Bólstaðarhlíð og hér og þar allan bæ. Það var sem sagt hægt að byggja á þennan félagslega hátt. Og það var mjög sorglegt. Svo var líka sko leikskólamálin Guðrún Helgadóttir sem var nú ekkert voðalega löt manneskja. Hún var með dagvistamálin eins og þetta hét þá og það var líka mikið gert í þeim málum. Það voru keyptir nýir strætisvagnar og það voru ný biðskýli sem eru ennþá eru rauð. Unnu arkitektaverðlaun. Og unnu arkitektaverðlaun en það átti að hætta að framleiða þau. Þá fór einhver og talaði við Albert Guðmundsson og sagði arkitektinn er ekki í Alþýðubandalaginu. Og það er ekki rauð af því að það sé litur sósíalismans. Nei, einmitt. Og þá var hægt að fara að fjölda framleiða þessi. Þetta er ekki mjög málefnalegt, ég veit. Já, þið genguð inn í svona borgarkerfi sem hafði verið bara eign Sjálfstæðisflokksins, þannig að það hefur verið rekist á embættismanna vegg einhvern veginn. Mér minnir það því að þarna er ég orðinn svona raunverulega unglingur, það verða að breyta því unga mannbráðum. Mér fannst vera að létta af Reykjavík svona alls konar hlutum. Þarna mátti allt í einu opna veitingahús sem að seldu léttvín. Ég veit ekki hvort að það tengdist borgarmeirihlutanum. Það var ég menna listahátíðirnar á þessum árum voru stórkostlega eftirminnilegar. Þannig það var líka eins og að veri bara að létta einhverju fargi af borginni og það væri bara meira gaman að vera til. Það var bara þannig. Við vorum að vísu alveg rosalega heppin og það er líklega af því að Adda Bára er veðurfræðingur að sumarið 78 var guðdómlegt. Þannig að þessi útiveitingastaðir sem spruttu upp þetta var bara svo dásamlegt. Við varum að vinna í Ólafsvík þá og þá kom í fréttunum, þá var listahátíð, það var svo gott að vera í Reykjavík, ég sagði upp og fór í bæinn. Já, þetta var alveg stórkostlegu tími. Okkur fannst þetta svo gaman, okkur fannst svo dásamlegt að geta látið gott á okkur leiða. Og ég man að því að Adda Bára var nú svona mín fyrirmynd í stjórnmálum og hún sagði við mig mjög oft, hún sagði maður er í stjórnmálum til að láta gott af sér leiða. Það er bara það sem maður gerir. Gera gagn, það sagði Svavar. Maður er að gera gagn, maður þarf að vera að gera gagn. Og þau eru bæði líka fyrirmyndir í mínu lífi, sko. En það var, sko, þeir reyndu mjög mikið embættismenn að stýra okkur inn í gamla farið. Og segja, já, það er nú erfitt. Það er ekki hægt. Nei, við reyndum þetta. Þetta er ekki hægt. Og það er búið að prófa þetta. Já. Þetta var nú reynd til 1947 og gekk ekki. Já, einmitt. Og svo, við hlustuðum svona takmarkað á það. En það var ekki farið í, það voru margir sem sögðu sko, nú bara hreinsanir, bara burt með allt þetta lið, alla þessa embættismenn, sjálfstæðismanna. Og þeir voru með samtök, þessir embættismenn, ég held að það heitir
tjenesti bröðurinnir orden eða eitthvað svoleiðis, voðalega fínt, svona sem var svona samnorrænt. Og þeir voru meira og minna allir flokksbundni sjálfstæðismenn. En það var ákveðið að gera það ekki. Og það líka hæpið að gera svoleiðis. Og en hins vegar svo þegar að... Segir það að eiga vinstri menn að setja sig við það að lifa inn í veröld Sjálfstæðisflokksins? Maður á fyrst að reyna að fá embættismennina til þess að vinna með sér. Byrja á því að reyna að fá samvinnu. Gangi það ekki, þá eru ýmsar leiðir til og ég alveg til í þær. Herðu, þú nefndir Svavar Gestsson áðan, en ég ætla að tala um annan stjórnmálamann áður en ég spyrði hann. Því að þú verður borgarfulltrúi 82 þegar að Sjálfstæðisflokkurinn nær aftur völdum. Og þá ert þú í minnihluta á tímabili Davíðs Oddssonar í borginni. Hann vinnur kosningarnar aftur 1990, en hann eitthvað aðeins lengur en hann ekki borgarstjóri mikið lengur. Hvernig var að vera vinstri kona í minnihluta Davíðs Oddssonar? Fyrst kynntist ég honum 78 til 82. Já, þá kemur hann fyrst inn, eða 74 kannski. Hann kemur 74. Já. Og þá gerist það að hann nær eiginlega svo góðu sambandi við Sjöfn Sigurbjörnsdóttur, alþýðuflokkskonu, að hún fór bara dálítið að vinna með honum. Og þannig að hann getur beitt sjarma og hann skrúað frá honum. Hann alveg hreint skrúaði, full force og svo hann klár og svo hann pínu ósvífinn og þannig að þá kynntist ég því, ég sá það. Svo verður hann borgarstjóri og maður á enga samleið í rauninni, það svo langt á milli en samt í Davíð Oddsssyni svo mikil, það einhver listagaur þar, og ekkert mjög djúpt á því og hann Og líklega meira svona fyrri hluta tímans, hann verður kannski meiri svona kongur þegar það fyrir að líða á. Já, en allavega, þá tók hann ákvarðanir, sko ég meina, hvernig gat hann ráðið svona miklu? Það var bara því að hann stjórnaði þannig. Og ég kann ekkert vel við að þannig stjórnkerfi þar sem að einn maður ræður svona rosalega miklu. Það ekki beint í formúlunni sem að Hildur Hákonardóttir kom með inn í Rauðsokkur. Nei, hann var ekki búinn að teikna upp svona alls konar miðstöðvar og svoleiðis. Nei, en það var mjög fróðlegt að kynnast honum. Hann tók mjög mikið pláss og hann gerir það. Já. Herðu, en síðan hann Sjálfstæðisflokkurinn vinnur þarna 82 og 86 og svo mikinn sigur 1990. Já. Þá komin svona vísir af einhverjum svona tilraunum til sameininga vinstri manna sem nýr vettvangur. Maður veit ekki hvort það sé upphafið að R-listanum eða upphafið að Samfylkingunni. Það svona, þannig eru vinstri menn byrja að leita sér einhverju svona nýju eins og sé að leita leið til þess að eiga við hægrið sem kannski að vinna hugmyndabaráttan á þessu tíma. Við erum komin inn í nýfrjálshyggjuna. Og síðan 94 að þá það R-listinn og hann vinnur borgina og hélt henni í 12 ár. Það sem gerðist, já. Og það sem gerðist til dæmis 86 til 90 var að minnihlutinn fór að vinna saman að fjárhagsáætlunargerð, vera með sameiginlega tillögur og við fengum bara mikinn styrk hvert af öðru og það var bara mjög skynsamlegt og allir voru sammála um það. Síðan koma kosningarnar 1990 og þá verður klofningur í Alþýðubandalaginu, nýr vettvangur verður til og borgarfulltrúi hjá okkur, Kristín Ólafsdóttir, hún fer yfir. Vettvangur, Alþýðuflokkurinn bauð sig ekki fram, þannig að þetta er fyrirbrigði sem svona nær Alþýðuflokknum en nær einhverjum hluta Alþýðubandalagsins. Nær, þetta já, og Ólína, ég veit ekki hvort hún hafði verið flokksbundin í Alþýðuflokknum líklega, en ég veit það bara ekki. Og þær tvær verða borgarfulltrúi, við fengum bara einn, ég verð varaborgarfulltrúi, síðan byrjar bara ballið og við bjóðum fram 1994 og talandi hvenna verkfallið okkar, það var bara einhver stemning
Það var bara bara mikil samstaða, stemning, við verðum að ná borginni aftur úr höndunum ég held að þetta ekki gott fyrir lýðræðið að hafa sama meirihlutann svona lengi og þetta tókst hjá okkur og það var stórkostlegt og það var bara, ég bara á ekki til orð til að lýsa því hvað var mikil gleði og ánægja hvað var samkomulagið? Var það til þess að hér eru komið saman allir andstæðingar Sjálfstæðisflokksins eða var eitthvað sameiginlegt sem að batt fólki saman? Eitthvað sem að það vildi gera við borgina? Já, það var sko aldeilis þannig og við byggum til svona samstarfssáttmála, lágum yfir þessu langtímum saman, þetta er mjög flott plagg. Þar leggjum við áherslu á leikskólan og það í fyrsta, þannig varð leikskólinn eins og hann núna sko. Það svo stæðst afrek Erlingstans. Það bara á bara fyrstu árunum. Já, og algjörlega, þar voru báðar í Rauðsokkahreyfingunni Ingibjörg Sólrún á sínum tíma og Guðrún Ögmundsdóttir. Þannig að við vorum orðnar komnar 3 Rauðsokkur í borgarráð sem var 5 manna. Það sko ekki auðvelt að eiga við það. En Árni Þór Sigurðsson, alþýðu bandalagsmaður, hann tók þessi dagvistarmál og keyrði þau áfram. Það var bylting þar. Það var heilmikið gert sko, með börnum og foreldrum. Það verður sprenging í menningarlífinu. Reykjavík undirbýr það að verða menningaborg árið 2000. Ég fekk það hlutverk að stjórna umsóknarferlinu og var svo varaformaður í menningaborginni. Það verða breytingar í skipulagsmálum. Það nýtt aðalskipulag sem segir ekki fleiri mislæg gatnamót, vestan Elliðaáa og hjól og umferð og húsverndun. Síðan það fjármál borgarinnar sem voru sko í svo mikilli steik að það eiginlega alveg ótrúlegt. Og það var ekki hægt að neita því þegar við sögum bara fjármálin hjá ykkur í steik. Af því það var alltaf sagt, vinstri menn get ekki stjórnað fjármálum. Já, sem eiginlega fyndnasta hugmyndin að hægri menn fari svona vel með peninga ef þú horfir á bara öll hrunin sem hefur verið. Já. Ég veit ekki hvað okkur þjóðin heldur þetta. Nei, þetta bara alveg ótrúlegt skemmtiatriði. En það sem gerist líka það að það kemur í ljós að Ingibjörg Sólrún hefur gífurlega mikla stjórnunar hæfileika og hún, sko, ég held að þeir hafi haldið kannski embættismennirnir að þeir gætu bara spila með hana eins og ekkert væri. Sko ekki aldeilis þannig. Hún tók þetta ákaflega föstum tökum. Ég held hún hafi nú unnið bara allan sólarhringinn til að setja sig inn í mál og hún gerði það mjög vel. Og við reyndum að styðja. Hún alltaf þurft að vera betur undirbúin með betri málflutning heldur allir kallarnir á fundunum sem var klostið. Getur nú bara ímyndað þér. Þannig að, og hún var það. Og maður bara fann sko að fleiri og fleiri fóru bara að segja, já, heyrðu, Borgarson ekki endilega verið mikið á móti þessari konu sko. Og já, þannig að hún skipti verulega miklu máli. Og leiðtogi ykkar hópi líka? Já, sko, hún var ekkert að reyna að vera það neitt. Við bara vissum, ég meina, þarna manneskjan sem borgarstjóri. Hún kemur að öllum málum, hún þarf að vera með þetta allt á sinni könnu. Við erum að skipta með okkur verkum, ég skipulagsmálin og einhver menningamál og svona, og Sigrún Magnúsdóttir með skólamálin og Árni Þór með þetta og svona, Alfreð með veiturnar og allt þetta og Steinun með íþróttamálin og Guðrún með félagsmálin og velferðar. Þannig að við vorum... Til eru margar konur. Þegar þú byrjaðir hérna þegar við byrjuðum samtalið, þú veist að tala að hefur verið... Það voru 3 konur. En þannig að taldur að Árni Þór og Alfreð fluttu með, en þetta eru meira minna bara konur sem... Já, og svo var Pétur Jónsson fekk að vera með líka. Þeir voru 3 alveg. En sko, það sem gerðist var að glerþækið brotnaði. Þú veist, glerþækið, við komumst alltaf alveg að glerþækinu og þá stoppar það konur. Með R-listanum? Með R-listanum. Og Ingibjörgu? Með R-listanum, Ingibjörgu. Brýtur glerþækið, ekki bara hvað varðar fjölda borgarfulltrúa, borgarráð og svoleiðis, kvenkyns heldur líka embættismannakerfið. Hún ræður inn þegar fólk hættir eða flytur sig einhvern annað, þá var bara kemur í ljós
sá furðulegi hlutur. Það voru til hæfar konur bara í bunkum og Helga Jónsdóttir og fleiri konur. Ekki hægt okkur í að telja þær upp svo við gleymum ekki ykkur. Nei. Og þú metur það sem svo að R-listinn hafi verið svona stór varða í jafnréttisbaráttunni. Já, ég tel það vera. Út af annars verið málefnilega, út af til dæmis leikskólanum og skólamálum, en svo ekki síður í fjölda kvenna í áhrifastöðum. Já, sem verða fyrirmyndir, annarra kvenna. Þannig að það var sko, þegar Vigdís var forseti þá sagði, og þeir komu Pompidou og Nixon, þá sagði litla dóttir mín, mamma sjáðu þau eru kallar fórsetar, og það kemur í ljós, það voru margar litla stelpur sem sagði þetta sama út allan bæ. En á þessu tíma, 94, ef við færum inn á þing á þessu sama tíma, að þá eru konur ekki eins áberandi, ekki ennþá. Nei. Þar ætlis ekki 94 að Jóhanna sé eini kvenráðherrann þá, félagsmálaráðherra, í ríkisstjórn Davíðs og ég held það. Svo kallar Viðeyjarstjórn. Já, ég held að hún hafi verið. En af hverju hélt R-listinn ekki áfram? Þá ég flogin og þá ég búin að vera í Winnipeg og komið til Svíþjóðar held ég. Ég hætti 90. Já, 99 þá fluttum við til Winnipeg. Og það er betra að spyrja einhvern annan, til dæmis Svandísi Svavarsdóttur. Og ég held að það sé eitthvað, ég ætla ekki að fara í það að svara þessu. Því ég var ekki á staðnum. En að meðan R-listinn var að tala allir það að Ingibjörg hafi verið mikill leiðtogi, en svo sagði hún einhvern tímann að Sigrún Magnúsdóttir hefði verið límið í R-listanum. Já, það er hennar skoðun. Já, menn það er bara... Herðu, en þú fórst til Winnipeg og þá var út af því að Svavar var gerður að, hvað heitir það, ræðismaður? Já, það heitir það og hann var sem sagt fyrsti íslenski ræðismaðurinn sem var sendur frá Íslandi og til að undirbúa hátíðahöldin. Það er sem sagt 125 ár frá því að Íslendingar flykktust til Winnipeg, eða til Manitoba og Bandaríkjanna, Kanada, Bandaríkjanna og svo það kristnihátíð og það eru landafundirnir. Aðalega það, Leifur heppni. Og við ætlum líka kannski að reyna að ná leyfi frá Norðmönnunum og gera dálítið íslenskari og það tókst nokkuð vel. Og þarna vorum við 2 ár og það var stórkostlegu tími. En þá varstu búin að vera gift Svavari nokkur ár. Já. Og tókst eitthvað litið þátt í svona hans pólitíska vafstri. Já, við vorum mikið saman, við vorum saman í flokki og ég í borgarmálunum og hann á þingi og hann ráðherra til 91 og svo hann þingflokksformaður og eitthvað svona. Áhrifamikill stjórnmálamaður. Já. Hvað, ef ég myndi spyrja, hver arfleið Svavs Gestssonar? Það svo erfitt fyrir ekkjun að sitja hér og tala það sem mér þótti hvað vænst það var virðing hans fyrir öðru fólki og væntum þykja og áhugi hans á öðru fólki. Sem var mjög áberandi, allstað sem hann kom. Já, þá langaði hann svo til að hlusta á fólk og var alltaf að spurja. Svo fannst mér líka mjög mikilvægt hvernig hann leit á fátækt fólk. Hafði reyndar upplifað það sjálfur á eigin skinni með foreldrum sínum, hvernig það var að búa við mikla fátækt og hvað það niðurlægjandi og hann sagði það var ekki fyrir en seinna, hann 11 ára held ég þegar hann fer að hugsa þetta, ekki fyrir en seinna sem hann setur fátæktina í samhengi við þjóðfélagsgerðina. Og þannig að hann var alltaf að reyna að breyta þjóðfélaginu til að laga kjör þeirra versættra. Já, til þess í átt að... Svo sósíalismi. En ég sósíalisti og hann var sósíalisti. Það var bara þannig hríð á Íslandi að ef maður sagðist vera sósíalisti þá var bara sagt, það vildi ekki bara tala rússnesku. Og við ekki búin að reisa það mál fyrir löngu síðan eins og Sjálfstæðismenn segja? Já, ég meina það.
En það var svo merkilegt þegar við komum til Svíþjóðar, svo ég hlaupi þangað, að þá sko búið að drepa Ólaf Palme og þennan mann sem kallaði sig sósíalista. Og þar kallaði fólk sig, hvort sem það voru sósíaldemokratar eða kallaði sig sósíalista. Og það þótti bara, þú veist, eins og að segja, já, ég í framsóknar. Eða bara ég mannúðarsinni. Já, mannúðarsinni. Fólk segir þetta með þeirri merkingu að þetta sé mikilvæg ákvörðun að vera sósíalisti. Já, erum við bara sammála það? Jú, en það ekki verið kannski hér. Nei, nei, það var nefnilega öðruvísi. Eða svona síðari ár. Já. En svo var hann ákaflega upptekinn af umhverfismálum, svona, þegar þau komu á dagskrá og mjög snemma Hjörleifur Guttormsson byrjaði að banka upp á með umhverfismálin mjög snemma og hann sagði alltaf, ef við ætlum að lifa af, heimurinn ætlar að lifa af, þá verðum við að tryggja það að hér sé kvenfrelsi, lýðræði og jöfnuður. Það leiðin að því að við getum lifað saman á þessari jörð áfram. Og ég var alveg sammála honum og svo bara margt annað. Hann skrifaði bók sem pólitísk ævisaga og hún bara mjög fróðleg ef maður vill kynnast manninum Svavari Gestssyni. Svo var hann frábæræðumar. Frábæræðumar. Gætur unun að hlusta á hann á þingi. Já. Þetta allir ræður með viðlögum og öllu. Mjög mikill óróta. Það var það. Alveg ótrúlega óróta. Stundum fannst mér eins og bara að það gerðist eitthvað, Hann bara gat talað, þú veist, og blaðlaust og já, það var Sveint fólk svona, þegar það fer upp í pontu þá verður það stakkara. Já, það það. Og hann var einn af þeim. Já. En þegar talað, byrjuðum eitthvað stað svona fyrir 1970. Já. Og svona áherslur rauðsokkana. Það var á, þú varst á fundum með láglaunakonum og þú talar svona sósíalísku vakningu Svavars var að rétta hlut innan allra verðsettur. Og svo þróast hreyfingin, það koma umhverfismál og alls konar mál inn í þetta. Þú varst að tala málum R-listans, það voru skipulagsmál og eitthvað svona. Og það líka íbúðamál, þú veist, hvernig byggir maður. Já, en getur verið að vinstrið á þessari leið, að það hefði gott af því að sækja aðeins í upphaf sitt að standa ákveðnara með þeim sem að standa verst í samfélaginu. Og til dæmis flokkar eins og Samfylking og VG mætti vera trú þessu uppruna sósíalismans. Nú ætla ég ekki að svara þessu. VG ekki til þegar ég farin til útlanda. Það stofnað og ég gekk ekki í vinstri hreyfinguna grænt framboð fyrir nokkrum árum. Það passaði ekkert endilega að vera í einhverjum svona opinberum störfum sem maki verður eiginlega ósjálfrátt líka í þessum störfum. Og ég hef alltaf verið vinstra megin, allstaðar þar sem ég Þannig að ég vil alltaf fara vinstri leiðina. Og mér hefur fundist VG vera þar. Og sumum hefur fundist þeir vera of langt til vinstri. Ég veit að nú ert þú að hugsa Íslandsbankamálið og eitthvað alls konar sem að koma. Ég bara tala svo stéttabaráttu, standa með baráttu kvennanna sem að þú varst með að fundi 1970. Og ég tel að það hafi mjög margt gott gerst, mjög. Og í velferðarmálum og svo framvegis. En nú myndi ég til dæmis vilja endilega biðja þig að tala við hana Svandísi heilbrigðismál eða þá bara... Sjávarútvegsmál, hún var í Kastljósi í kvöld að tala sjávarútvegsmál. Já, og svo hún matvælaráðherra. Ég svo heppin að ég með í kringum mig fólk sem getur verið málsvarar en ég styð Svandísi af öllu mínu hjarta af því að ég veit alveg hvernig hún og hún stendur með fólki sem í láglaunahópunum og ég stend líka með Katrínu Jakobsdóttur algjörlega
Mér finnst hún Þú stórkostleg. stendur bara með þínu liði. Ég stend með mínu liði en í ýmsum málum gæti ég vilja fara einhverja pínlítið aðra leið. Og ég ætla nú að nefna Mumma, ég er alltaf að verða hrifnar á honum. En allavega þá þetta sá flokkur sem ég styð og ég var í framboði meira að segja. Og að því ég hef verið að vinna með gömlu fólki í landssambandi, eldri borgar og eitthvað svona sem ráðgjafi. Og það þarf að hafa eina svona gamla á listanum, sko. Mættu vera fleiri. Ég held að fólk ofta að tala að vilja fá meira yngra fólk í stjórnmálin. En ef maður skoðar sko hvernig þingheimur endurspeglar samfélagið, þá vantar helst eldra fólk inn í þing. Það þannig. Það bara að vera fólk orðið, sko, þegar konur orðnar Svandís eiginlega í efri mörkum. Ég meina það bara orðið afrek að hún sé ekki búið að losa sig við hana. Já, það yfirleitt farið að losa sig við konurnar svona upp á 55 ára og kalla hana svona upp á 60-63 ára. Já, en hún ekki. En svo ertu með alveg heilu bara herskarana fólki sem eru vel ekki með neina, sko, til þess að tala sínum máli eða sem bara manja flott hefur þingi. Og svo kannski getur maður ekkert endilega haft slagorðið fleiri lögfræðinga á þing. Nei. Það ekkert endilega þörf á þing. En þú hefur starfað með eldri borgurum? Já. Ég var ráðgjafi hjá Þórunni Sveinbjörnsdóttur í félagi eldri borgara og svo var ég hjá landssambandi eldri borgara bara þangað til að, já, ég er ennþá eitthvað svona smávegis. Heldur að sú barátta eftir að þroskast? Það verði kannski svona, það gott að setja svona kynja hugmyndir inn í hana, stétta hugmyndir, það eru gríðarlega misjöfn staða eldra fólks. Sko, þegar ég byrjaði í þessum bransa, þá byrjaði ég á því að segja, ég var gerð að formanni öldungaráðs Reykjavíkurborgar og ég var það í 4 ár. Og þá byrjaði ég að segja, við skulum aldrei tala aldraða og öryrkja sem saman, aldrei. Það er bara gjör ólík staða. Við erum meðal aldraðra ríkasta fólkið í landinu og fátækasta fólkið í landinu. Meðal öryrkja. Veikasta fólkið í landinu og ferðu ofar, sko. Já, sko, en við erum frá 67 ára og upp í 100 eða 90 ára, fleiri og fleiri verða 100 ára, þá neðri aldurshópurinn, hann bara hress, þá ekki að tala gamalt fólk fyrir maður árið 70 og eitthvað, ég er 75 ára núna, og ég tala stundum sjálfa mig sem gamla eftir ég var 75 ára. Ég veit það, ég þarf kannski að fara að taka mig á, en allavega að þá þetta svo, sko, það svo langt frá því að þessi einsleitur hópur og það þýðir ekkert að hafa okkur sem eina heild. Og eins og þú segir, þetta verður til svona kvennahópur, konurnar eru fátækasti hluti aldraðra. Það eru konur núna sem eru með mjög takmarkaða lífeyrisréttindi af því að það unnu bara hálfan daginn og ekki nema stutt. Duttu út í kringum barnsbörn og uppeldi barna. Og þær eiga ekki íbúð, þær eru á leigumarkaðnum. Við héldum, þegar ég var formaður í þessu öldungaráði, þá héldum við opinn fund fátækt meðal aldraðra. Og þá fengum við hann Kolbein, Stefánsson hjá Hagstofunni og formann eða framkvæmdastjóra velferðarsviðs og þau fóru yfir málið. Hverjir eru fátækastir í hópi aldraðra á Íslandi? Og þá var það þetta eins og þú ert að segja. Og þetta fólk sem við verðum að sinna. Og þetta fólk sem við ættum að búa til einhverja svona sérstaklega. Við ættum að búa til lífeyrissjóð. Við ættum bara að segja sem gömul að vinna, að stækka vinnuhugtakið. Að vinna á heimili líka vinna. Og við ættum að búa til lífeyrissjóð heimavinnandi húsmæðra fyrir árum. Og borgaði bara laun. Þú bara gerir þetta. Ég ekki hlýtt þessu, sko, ekki að borga konulaun fyrir að vera heima. Nei, ég segi að þær hafi ekki lífeyrinn á þessu konur sem eru þarna, sem í þessari fátækt af því að þær fengu ekki. Já, það líka hægt að breyta reglum Tryggingastofnunar ríkisins. Það þarf allavega eitthvað að gera. Það lítið rætt þennan hóp. Og það sem verið að gera núna, og mér finnst þetta rosalega mikilvægt, það þessi uppbygging á húsnæði fyrir alla. Og það verður bylting og það þegar byrjað að skila sér. Þessar gömlu konur sem eru með þennan litla og lága lífeyri,
þær þurfa að komast í örugt húsnæði. Það er grundvallaratriði. Og svo fátækt fyrir óskaplega illa með fólk. Þessar fátæku konur, þær komast ekki í félagsstarfi, það borga 50 kall fyrir kaffi eða eitthvað. Þær eigi ekki neitt. Þær komast ekki í leikhús með vinkonu sína og segja bara ég hef ekki áhuga á leikhúsi eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er mjög slæmt ástand. Og stjórnvöld gjörn á að setja svona gjald í sund og stræt og eitthvað sem þykir ekki verið neitt, en það bara hópur sem á bara mjög erfiðleikum með að... Já, það er búið að... Það er 500 kall í stræt. Já, en við borgum minna, við gamla fólkið, við fáum ókeypis inn á öll söfnin hjá Reykjavíkurborg og fjölskyldugarðinn og ég held að við séum ókeypis í sund líka. Þannig að, þannig að þetta, og það bara gerist ekkert fyrir mjög mörgum árum. Ertu að starfa við þetta eða tekur þátt í starfi í tengslum við þetta núna? Það er lítið, ég var með aðeins á síðasta landsfundin, ég er svolítið að draga mig út úr þessu. Ég verið svona einhverju velferðarnefnd og svona. Heldur að baráttu fyrir betri stöðu aldraðra, eigi eftir að verða öflugri þegar að þín kynslóðin sem hefur háð marga baráttu í gegnum tíðina, verður eldri. Ég vona það og nú til dæmis, nú maður sem yngri en ég, formaður Landssambandsins og ég bara bind mikla voni við það að hann alveg rífi upp stemninguna og það. En ég í ýmsu en mér finnst ekkert endilega skemmtilegast að vera með jafnöldrum mínum. Ég finnst miklu meira gaman að vera bara með breiðari aldurshópi. Og í kvennabaráttu. Og í kvennabaráttu. Hún er kröftuð í dag. Hún er kröftuð í dag. Nöfnustu stjórnmálin eru þar. Já, kannski. Og það sem við erum að gera gömlu rauðsókurnar, það að við erum að vinna með í kvennasögusafninu að koma öllum gögnum okkar sem alveg, það gífurlegt magn í stafrænt form. Þannig að allir þeir sem hafa áhuga á því að kynna sér rauðsókarhreyfinguna og þeir eru margir og þær og geti haft greiðan aðgang þar að. Fyrst það sem þú sagðir að þið rauðsókurnar hafi alltaf að bylta samfélaginu. Finnst þér að ykkur hafi tekið það? Já, að mörgu leyti þá hefur samfélagið breyst alveg gífurlega. Eins og við töluðum áðan þá þessi eina kona þarna ráðherra. Þannig að bara aðgangur kvenna að æðri menntun, þótt við séum ekki komin með launajafnrétti þá hefur það lagast mjög mikið. Konur í embættismannastörfum, það eru ekki mikið inni í peninga heiminum, en sem komið þær kannski hafa meiri áhuga á einhverju öðru líka, Þetta er auðvaldið ekki áhuga á þeim? Ég held að það sé dálítið til í því. Ég held það nú. Og það er mjög skrítið og mjög rangt. Það hugsað vel börnin, meðan konur og kallar vinna úti, pappar og mömmur. Það er komið 12 mánaða fæðingarorlof bara nýlega. Það er alls konar hluti sem hafa breyst. Máltíðir í skólum, það var svo fjarlægur draumur. Og núna þá þurfum við líka að einbeita okkur af því að minnka hinn efnahagslega mun á milli barnanna í skólunum, ekki bara. Og svo þurfum við líka að vera alveg tilbúin til þess að hugsa gífurlega vel þessa Íslendinga sem að koma hér í stórum stíl til Íslands. Við þurfum á þeim að halda og við þurfum að passa upp á að taka þannig á móti þeim að þau geti verið þau sjálf og notið virðingar og geti fengið að vera virkir þáttakendur í samfélaginu. Það verður að gera það. Annars erum við í vondum málum. Einangrun þeirra frá stjórnmála umræðinni veldur því líka að því að innflytjendur eru hlutfallslega svo stór hluti láglaunafólks að rödd láglaunafólks heyrist verr. Innflytjendur eru svo stór hluti leigjenda að rödd leigjenda heyrist verr. Þannig að þegar tekjulægsta fólki í samfélaginu er kannski stór hluti orðið innflytjendur sem eru skildir einhvern veginn eftir til hliðar í samfélaginu, þá minnkar krafan að neðan réttlæti.
Það hafi líka mikil áhrif. En það að skilja fólk eftir til hliðar, það er bara hræðilegt. Bæði fyrir fólki sem lendir í því og samfélagið sjálft. Samfélagið. Og þann sem að ýtir einhvern til hliðar, hann náttúrulega að eyðileggja sitt eigið líf. Hann að því. Eitt í lokin, af því að þú sagði þér á leiðinni frá heimilinu sem volst upp á sjálfstæðsheimilinu inn í Alþýðubandalagið hefði ýmislegt þetta árið á þig, meðal annars friðarbarátta. Ég sé að þú ert í úkraínsku fánarlitunum. Já, ég vissi ekki að ég væri í mynd, ég held að þetta væri bara útvarpsþáttur, en mér finnst gott að vera í þessum litum. En hvernig slær þetta þig? Nú eru nú eru Svíar og Finnar að gangi í NATO og það er svona ákveðin svona NATO-væðing í gangi. Ég sá að vera á RÚV, verið að sýna framkvæmdastjóra NATO, tala við börn og allt innan NATO og orðið svona jólasveinninn. Sko, málið er bara það að Svíar og Finnar, þeir vilja ganga inn í NATO. Og hvað eigum við þá að segja, Íslendingar? Við erum bara, að sjálfsögðu, við erum ekki á móti því. Þannig er það bara. Ég hef alltaf verið á móti hernaðarbandalögum, ég hef ekkert orðið hrifnar af þeim, en veröldin er kannski að breytast og maður verður auðvitað að horfa á það. Nú voru Danir að kjósa í gær og mikill meiri hluti vill núna leggja niður eitthvert ákvæði. Bara taka þátt í hernaði Evrópusambandsins víða heim. Já. Ég er nú ekki viss að ég hefði greitt í atkvæði, en það bara sérðu hvernig, sko, þegar að SF, Holger K. Nielsen, stendur bara og talar fyrir þessu, þá er heimurinn að breytast. Og kannski verður maður einhvern veginn að breytast með honum, ég er ekki alveg tilbúin, en þá. Já, en kannski endar þetta stríði líka, sem er hryllingur þetta stríð. Þetta stríð er hryllingur og það verður að enda. Og kannski er ekki endilega best að enda það með vopnaskaki heldur með friðar viðræðum. Einhvers staðar vonandi finna menn einhverja leið að einhverju sáttaborði. En Guðrún Ágústsdóttir, ég þakka kærlega fyrir að staldra hérna við og hlustendur fyrir að hlusta á spjall okkar. Ég ætla alltaf áfram að tala við svona einn í einu. Á mánudaginn tala ég ekki við neinn, það var annar í Hvítasunnu, en á þriðjudaginn kemur Gylfi Zoëga, prófessor, og við ætlum að tala efnahagsmál og horfur sem eru mikið að breytast í samfélaginu. Þannig ég ætla bara að segja núna góða helgi og góða nótt.